Minnst 100 eldislaxar fundust í drónaeftirliti Fiskistofu í Haukadalsá eftir að 3 slíkir veiddust í nótt. Gat hefur fundist á sjókví Arctic Sea Farm í Dýrafirði sem MAST segir vísbendingar að hafi verið í nokkur tíma. Neyðarástand ríkir í krabbameinsmeðferð hér á landi að mati framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins. Fólk hefur þurft að bíða hátt í 5 mánuði eftir meðferð. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands funda í Alaska á morgun. Tilgangur fundarins að koma á friði í Úkraínu. Ástand vega á Vesturlandi var meginatriði fundar ríkisstjórnarinnar með samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi í Stykkishólmi í dag. Haustþingið verður helgað atvinnustefnu og verðmætasköpun að sögn forsætisráðherra. Skólatöskur danskra grunnskólanemenda fyllast þessa dagana af nýjum bókum. Dönsk stjórnvöld fjárfesta í auknum bókakosti í von betri kennslu í skólum landsins. Gott kvöld. Gat fannst í dag á eldiskví Arctic Sea Farm, dótturfyrirtæki Arctic Fish við eyja Eyrarhlíð í Dýrafirði. Matvælastofnun segir í tilkynningu að vísbendingar séu að gatið hafi verið á kvínni í nokkur tíma án þess að fyrirtækið hafi tilkynnt það. Neðansjávareftirliti var sinnt samkvæmt reglugerð og tilkynnti fyrirtæki til stofnunarinnar að ekkert athugavert hefði komið fram. Fréttastofa hefur ekki náð í forstjóra fyrirtækisins. Matvælastofnun rannsakar nú hvort gatið á kvínni tengist eldislaxi sem fannst í Haukadalsá í nótt. Sérfræðingar Fiskistofu hafa verið þar í dag og fundu yfir 100 eldislaxa við neðri hluta árinnar. Stofnanirnar geta ekki fullyrt að laxinn sem fannst í Haukadalsá komi úr kvínni í Dýrafirði fyrr en niðurstöður úr erfðagreiningu liggja fyrir. Matvælastofnun lítur málið alvarlegum augum. Áður en við erum með 100% tengingu þarna á milli þá getum við ekki tjáð okkur nánast. Þannig að við erum að hinkra eftir að fáum erfðagreiningar á þessum fiskum til þess að geta með óyggjandi hættu þá mögulega rakið þessa 2 atburði saman. Ef svo reynist að þarna sé slysaslepping sem hefur ekki verið tilkynnt skaða á kvínni, þá náttúrulega lítum við það gríðarlega alvarlegum augum og við verðum bara að skoða það hvernig við beitum okkur í því máli. Stofnunin hefur vissilega heimildir til sektar álagningar ef að brotið samkvæmt því að það sé sektarhæft. Ef ekki þá getum við lítið brugðist við. Við getum í ákveðnum málum grafist rannsókn lögreglu en þetta fer allt eftir eðli málsins og rannsókn verður bara leiða ljós hvað við gerum. Á næstu dögum verður dróna flogið yfir aðrar ár nærri Haukadalsá til að kanna hvort eldislaxar finnist þar og norskir kafarar verða fengnir til að fanga strókulaxana og drepa þá. Hér í Haukadalsá voru 10 laxar ljósveitir í nótt og 3 þeirra báru sterk ummerki þess að vera eldislaxar. Nú verið að mynda hér allt með dróna svo hægt að sé að átta sig á raunverulegu umfangi eldislaxins í ánni. Eftirlitsmaður hefur farið með dróna frá ósum Haukadalsár og upp með ánni og að störfum núna. En hann búinn að skoða í 10 neðstu veiðistæðina og hans mat að það séu að minnsta kosti 100 eldisfiskar á þessum stöðum. Og hversu alvarlegt þetta? Þetta þetta bara mjög mikill fjöldi eldisfiska ef að rétt reynist og rétt að bregðast við. Kallaðir verða til norskir kafarar sem sérhæfa sig í að leita upp í strókulaxa og drepa þá. Þeir munu að öllum líkindum hefjast handa við þá vinnu strax í byrjun næstu viku. Þá verður einnig flogið með dróna yfir nærliggjandi ár og ár á Vestfjörðum. Ef að fiskurinn upprunninn úr sjókvíaeldi á Vestfjörðum sem líklegast að þá þetta löng leið þaðan í Haukadalsá og mjög líklegt að hann sé að finna í einhverjum öðrum ám þar á milli. Gunnar Örn Petersen, framkvæmdastjóri Landssambands-veiðifélaga, velkominn. Takk. Mjög líklegt að fiskurinn finnist í fleiri ám, segir sviðstjórinn hjá Fiskistofu. Hvað þýðir það? Já, maður vonar náttúrulega það besta og að megna hún sé einhvern veginn að ganga upp í Haukadalsá en með fyrir reynslu þá það mjög ólíklegt og ef við bara horfum á tölfræðina frá því í strókinu árið 2023 að þá og þar fundust 5 til 10 laxar í Haukadalsá og ef við setjum það eitthvað samhengi þá gæti verið mjög stór atburður og sem að
bara ómögulegt að segja til hvar endar og þá væri fiskar náttúrulega væntanlega finnast á svæði alveg frá Faxaflóa og austur fyrir Eyjafirði sko. Þú kallar þetta atburð, en myndur ekki vilja kalla þetta umhverfislys? Jú, eða bara hamfarir jafnvel sko. Sko, Arctic Sea Farm dótturfyrirtæki Arctic Fish sem eins og þú nefndir misti 34.000 laxa fyrir 2 árum úr sjókví. Ef að erfðagreining sýnir að eldislaxinn sé úr þeirra kvíum, ástandið þá verra hjá þessu fyrirtæki eða þetta bara tilviljun? Sko við höfum lengi talað fyrir því að opið sjókvíaeldi sé bara ekki aðferð sem virkar ef við ætlum að vernda laxastofninn okkar og bara hlúa þeim til framtíðar og við þurfum að finna nýja tækni. En eins og nefnir þá hafa tilvikin verið hjá þeim og það hefur vissulega verið annars staðar líka en maður hefur alveg tilfinningunni að svona það sé aðeins mismunandi starfshættir innan þessa fyrirtækja og þar sé þeirri lægstu deild. Einmitt. Kalla þessi endurteknu atvik á breytingar á fyrirkomulagi sjókvíaeldis? Já, ég myndi segja að það var alveg klart. Og við höfum talað fyrir því að þetta opna sjókvíaeldi það bara get ekki gengið. Í samneyti við 80.000 laxa villtan laxastofn að vera með svona magna sjókvíaeldi, það getur aldrei gengið til framtíðar, þá bara gefur stofninn sig á endanum. Akkúrat. Hver næstu skref hjá ykkur? Núna við fylgjast grannt með stöðu mála og verið í samráði við Fiskistofu og veiðifélögin og bara fylgjast með gengdinni í allar aðrar ár og Fiskistofa mun náttúrulega dróna eins og kom fram áðan neðri hluta annar á og bara fylgjast með þessu mjög grannt og fara í aðgerðir ef að þurfa þykir. Einmitt. Takk fyrir komuna Gunnar Örn Pettersen. Atvinnuvegaráðherra segir breytingar á sjókvíaeldi verða á þingmálaskrá á komandi þingi. En í stóra myndin auðvitað svo að þessi mikilvæga atvinnugrein okkar sem skiptir máli í svo mörgu tilliti, bæði efnahagslegu tilliti og síðan fyrir byggðafestuna víða um land, þá eru þetta áskoranirnar og við þurfum að vera með skýra ramma, annars vegar búa til hvata og hafa umgjöruna þannig að við getum eins og kostur komið í veg fyrir svona aðstæður og síðan tryggt að þessi brugðust við bæði hratt og vel. Gefur þetta þá, ef þetta svona eins og það lítur út núna, gefur þetta þá bara ástæðu til þess að endurskoða reglur svona starfsemi? Við erum náttúrulega, það var fyrirhugað lagasetning til að styrkja þennan ramma enn frekar, mál sem fór ekki í gegn í tíð síðustu ríkisstjórnar og ég hef verið með núna og við erum að vinna bara áfram, notum þann grunn en erum að þétta þetta. Og þá að öðrum málum. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að fáa hafi órað fyrir að staðan í krabbameinsmeðferðum gæti orðið eins slæm hér á landi og raun ber vitni og neyðarástand ríki. Geislafræðingar á Landspítalanum eru að bugast vegna álags. Þetta bara neyðarástand því miður. Á hvaða leitið? Já, það auðvitað bara neyðarástand ef að fólk með krabbamein stendur út á plani og segir ég fæ ekki meðferð í dag því að það ekki pláss, það ekki hægt að sinna mér. Ég held að fáa hefði órað fyrir því að sú staða gæti verið uppi hér á landi. Mannekla hefur leikið geislameðferðardeild Landspítalans grátt og meðferðartæki bila endurtekið. Biðlistar eftir krabbameinsmeðferð lengjast og þeir hópar sem beðið hafa lengst eftir meðferð eru karlar með blöðruhálskirtilskrabbamein. Sú bið á ekki að vera lengri en 12 vikur eftir hormónasprautu en hefur farið upp í 20 vikur. Þá bið kvenna með lág áhættu brjóstakrabbamein orðin lengri en 12 vikur frá skurðaðgerð. Nokkuð sem valdið hefur sjúklingum miklu hugarangri. Það auðvitað bara upplifir miklar áhyggjur, mikinn kvíða, það líka vonsvikið og undrandi. Það býst ekki við þessu á Íslandi. Það er svo langt frá því. Ekki hefur tekist að ráða í þriðjung stöðugilda geislafræðinga á Landspítalanum. Kjörin eru náttúrulega léleg. Það bara þannig. Þetta er svona ein af lægst launuðu kvennastéttunum. Þannig að fólk sækir í að vinna eins og til dæmis á röntgendeildinni þar sem að það þá hægt að fá vaktaálag og eftirvinnu og annað þannig eða yfirvinnu. Þá sæki þeir í auknum mæli á einkastofur. Það náttúrulega farið bara að reyna mjög á fólki þar og fólk að detta í langtímaveikindi eða líka skemmri tímaveikindi og álagið bara orðið svo mikið að þau eiginlega bara geta varla meir. Samhliða breyttri aldursamsetningu þjóðarinnar greinast fleiri krabbameinstilfelli. Fólk þróar frekar með sér sjúkdóma á efri árum en 64% allra krabbameina greinast eftir 65 ára aldur. Spáðir 57% aukningu í fjölda krabbameinstilfella árið 2040 miðað við árið 2022. Við hjá Krabbameinsfélaginu við höfum haft mjög miklar áhyggjur af því að þetta gæti gerst af því að
Við höfum upplifað að það væri ekki verið að bregðast við í heilbrigðisþjónustunni í samræmi við þá aukningu sem búin að vera í gangi og verður í gangi í langan tíma til viðbótar. Anchorage borg í Alaska hefur orðið að miðpunkti athyglinnar eftir að Rússlandsforseti samþykkti að hitta Bandaríkjaforseta þar á fundi. Umræðuefnið verður friður í Úkraínu. Á fundinum sem haldinn í Elmendorf Richardson herstöðinni verða forsetarnir 2 ásamt túlkum. Úkraínskum stjórnvöldum var ekki boðið til fundarins. Ástrós Sigríðardóttir, fréttamaður, hægt að búast við að fundurinn verði árangursríkur svona án þátttöku úkraínskra stjórnvalda? Það erfitt að segja, en Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði sjálfur við fjölmiðla í dag að hann teldi 25% líkur á árangri af þessum fundi og hann ýjaði á sama tíma að því að það yrðu jafnvel fleiri fundir og þá með aðkomu úkraínskra stjórnvalda. En það held að sé alveg óhætt að segja að það sé erfitt að gera ráð fyrir að það verði samið frið án þeirra aðkomu. En Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ræddi einnig við fjölmiðla í dag og ítrekkaði mikilvægi aðkomu úkraínskra stjórnvalda og einnig að öryggi í Úkraínu yrði í brennitepli. We're hopeful. We want there to be a peace. We're going to do everything we can to achieve one, but ultimately it'll be up to Ukraine and Russia to agree to one. En af hverju fundurinn haldinn í Alaska? Það eru tvenns konar ástæður fyrir því, annars vegar sögulegar ástæður. En Bandaríkjamenn keyptu Alaska af Rússlandi árið 1867. Þannig að má kannski segja að sagan tengi þennan tiltekna stað þessi ríki svolítið saman. En hins vegar eru einhvers konar praktískar ástæður en Putin, Rússlandsforseti, með alþjóðlega handtökuskipun á bakinu. En alþjóðlegi sakamáladómstóllinn dæmdi hann fyrir stríðsglæpi eða sakar hann stríðsglæpi og gaf út alþjóðlega handtökuskipun á hendur honum árið 2023 sem gerir það að verkum hann má í rauninni ekki ferðast. En Bandaríkin viðurkenna hins vegar ekki þennan dómstól. Þannig að Putin óhætt að ferðast til Bandaríkina og getur því farið til Alaska. Hvaða væntingar eru gerðar til fundarins? Eitt af kosningaloforðum Trumps var að hann myndi semja frið í Úkraínu innan 24 klukkustunda. Og hann lofaði því meðal annars þegar hann tók við embætti í janúar. En nú eru liðnir 200 dagar síðan að hann var vígður inn í embætti og staðan eins og hún Það komin pressa á hann bæði heima fyrir og annars staðar á að standa við þessi loforð sín. Og sama má segja Putin, Rússlandsforseti, að það komin pressa á hann heima fyrir að fara að ljúka þessu stríði. Stjórnvöld í Rússlandi voru í dag að hrósa bandarísku stjórnvöldum fyrir viðleitni þeirra til að stuðla að friði í Úkraínu. Og íbúar í Moskvu eru jafnvel bara vongóðir að þessar viðræður muni skila árangri. En hafa þá áhyggjur af því að úkraínsk stjórnvöld séu ekki að taka þátt. Может быть, придут к согласию какому-то, к примирию. Мы надеемся на это. Конечно, улучшение отношений между Америкой и Россией. Ну, наверное, без участия Украины навряд ли, потому что все-таки это на их территории все происходит. Ну, хотя бы, чтобы договорились о дальнейших встречах, хотелось бы. Ríkisstjórnin kom saman á vinnufundi í Stykkishólmi í dag. Forsætisráðherra segir erfitt að segja til hvort einhver sérstök mál eigi eftir að mæta mikilli mótstöðu stjórnarandstöðunar eftir mikil átök á þinginu í vor. Ríkisstjórnin fundaði hérna í vatnasafninu í Stykkishólmi með samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi í morgun og eftir hádegi tók svo við vinnufundur ríkisstjórnarinnar fram eftir degi. Forsætisráðherra segir að ástand vegakerfisins hafi verið til umræðu á fundinum með fulltrúum sveitarfélagana. Við erum mjög meðvituð það. Það er eina af ástæðan fyrir við lögðum viðbótar 3 milljarða inn í viðhald vega núna á þessu ári strax og stór hluti af því fer inn í vegakerfi hér á Vesturlandi. Það styttist í að þing komi saman að nýju. Við ætlum að vera með svona verðmætasköpunarhaust og svo má segja. Við erum að fara af stað með atvinnustefnu sem við munum ræða mjög mikið í dag á vinnufundi ríkisstjórnarinnar. Við verðum með frumvarp lagareldi og ferðaþjónustu. Það er auðvitað líka verið að skoða innviðafélag sem að mun styrkja svona utanumhaldi verðmætasköpunar í landinu. Það var hart tekist á í þinginu í vor og fram á sumarið. Kristrún segir erfitt að sjá fyrir hvort einhver sérstök mál eigi eftir að mæta mikilli mótstöðu stjórnarandstöðunar. Það er svolítið erfitt að sjá fyrir. Sum mál virka kannski fyrirsjáanlegri en öðrur en annað hefur komið líka óvart. Auðvitað er að takast á bara ólík pólitík og það er eðlilegt. Það urðu hrein stjórnarskipti og það er ekkert skrítið að taka í smá tíma að detta í takt og ég fagna bara skoðanaskiptum en við verðum bara að geta átt uppbyggilegt samtal.
Samkeppniseftirlitið hefur ákveðið að hefja formlega rannsókn á Storytel eftir kvörtun frá Rithöfundasambandi Íslands. Rannsóknin beinist að því hvort Storytel teljist markaðsráðandi fyrirtæki og hvort viðskiptaskilmálar þess gagnvart útgefendum og rithöfundum séu ósanngjarnir. Storytel hefur hafnað því að svo sé. Rannsóknin er meðal annars til móðurfélags fyrirtækisins Storytel AB sem skráð í Svíþjóð, en Samkeppniseftirlitið hefur óskað eftir liðsinni sænska samkeppniseftirlitsins við rannsóknina. Dönsk stjórnvöld ætla að verja 540 milljónum danskra króna í að fylla bókahillur í skólum landsins. Skólastjórnendur telja að samdráttur í notkun bóka hafi bitnað á gæðum kennslu. Skólarnir byrja aftur eftir sumarfríi í Danmörku þessa dagana og skólatöskur nemenda fyllast af nýjum bókum. Nemendur við Lísbjörgs skóla eru spenntir að hefja lesturinn og þeir eiga gott í vændum því tilstendur að auka til muna bókakost danskra grunnskóla. Så det ret lækkert, fordi at så nogle gange så det sådan at så der lige en side som lidt revnet eller så der lige tape på ryggen. Så det meget lækkert når sådan helt ny. Så der ikke noget galt. Dönsk stjórnvöld ætla að verja jafnvirði 10 milljarða íslenskra króna til að fylla bókahillurnar. At de materialer, som vi præsenterer for eleverne, de er nutidige. Altså de rammer ind i den tidsånd, der er, at de kan finde nogle karakterer, som de kan spejle sig i, og det kan jo være svært, hvis det er tekster, der er 10, 20, 30 år gamle. Á síðustu árum hafa spjaldtölvur tekið meira pláss í kennslu en bækur og danska þingið vill breyta því. Hillurnar á skólabókasafninu eru tómlegar en það var áður óvanaleg sjón. De tomme hylder, det er jo alt det der er udlånt lige nu. 40% skólastjórnenda telja að minni bókalestur hafi bitnað á kennslu. Rigtig mange børn og unge foretrækker faktisk at læse i fysiske bøger, fordi det giver dem en mulighed for uforstyrret ro. Altså der kommer ikke forstyrrelser ind, som der gør, når de læser på deres iPad eller en anden skærm, de nu læser på. Íþróttavöruframleiðandinn Adidas hefur beðið Mexíkóa opinberlega afsökunar eftir að fyrirtækið lét hanna sandala sem eru innblásnir á aldagamalli handverkshefð í Mexíkó án nokkurs samráðs. Sandalarnir frá Adidas komu í verslanir í síðustu viku og þykja nauða líkir skóm sem handgerðir hafa verið öldum saman í bænum Yalalag í Oaxaca-ríki í Mexíkó. No es bien porque ese producto se hace artesanal. Para hacer un guarache de Yalala te llevas una semana, ¿sí? O sea, no es como ellos que yo pienso que como tienen su industria, pues van a hacer el tejido ahora sí en máquina y no va a ser completamente piel. Pues sí nos afecta porque pues, quiere decir que se burlan de nosotros, nos copian. Y pues sí nos afecta mucho, pero pues nosotros no tenemos la solución. Otras personas las que deben de hacer que nuestra artesanía pues salga adelante. Sá sem titlaður hönnuður skóna hjá Adidas hefur beðist afsökunar á að hafa ekki unnið að framleiðslunni í samvinnu við mexíkóska handverksmenn. Það sama hefur Adidas gert. Fyrirtækið á í viðræðum við yfirvöld í Oaxaca-ríki hvernig hægt að bæta skaðan og heiðra menningararf handverksmanna. Sí, hay un resarcimiento en realidad. Pues es una propiedad intelectual, colectiva. Entonces tiene que haber un resarcimiento, tiene que cumplirse con la ley de patrimonio y vamos a ver si en la plática se resuelve y si no, pues ya estamos ya estudiando también la vía legal. Stjórnvöld í Mexíkó hafa síðustu ár mótmælt hönnun fleiri stórfyrirtækja á sömu forsendum. Til dæmis frá kínversku netversluninni Shein, frá Söru og Louis Vuitton. Það er líflegt á Tungubakkaflugvelli í Mosfellsbæ þessa stundina þar sem flugmenn eru að gera sig klára í lendingarkeppni á vegum flugklúbbs Mosfellsbæjar. Keppnin er haldin 2 á sumri og verðlaun eru veitt fyrir nákvæmustu lendinguna. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður er stödd á Tungubakkaflugvelli. Sigrún, ætla margir að taka þátt í keppninni í kvöld? Já, endaleg tala og ennþá eftir að koma í ljós en hingað streyma bæði flugvélar og flugmenn til þess að taka þátt í keppninni. Og hér er ég með formann flugklúbbsins. Já, hvað er eiginlega lendingakeppni? Lendingakeppni er keppni í því að lenda á fyrirfram ákveðnu marki og markið er nú hérna við hliðina á okkur og sem sé þetta gengur út á það að lenda
á markinu og ef þú lendir annarkvort undir eða yfir markinu þá ferðu refsistig og sá vinnur keppnina sem með fæst refsistig. Eru margir í flugklúbbnum? Það 130 manns pluss mínus í flugklúbbnum og þetta svona nokkuð stöðugt í kringu þá tölu og það nú ekki mikið kynjajöfnuður í þessum flugklúbb. Það eru örfáar konur. Þannig að þið óskið eftir fleiri kynjum í klúbbinn? Algjörlega. Það það sem að væri mjög æskilegt að fá fleiri í klúbbinn. Og hvernig var nú þessi lending, sást hana? Nei, ég sá hann ekki. Ég var svo upptekinn að tala við þig. Ég sá hann ekki. En mikill áhugi á flugklúbbnum? Já, það tölverð gróska í starfseminni hérna hjá okkur og eins og ég segi með 130 félaga og það tölverð flogið og það gaman að vera hérna sérstaklega á svona kvöldum eins og í kvöld, það sem lendingakeppni. Já, þið heyrið það. Og það óskað eftir öllum kynjum í klúbbinn og við ætlum að halda áfram að fylgjast þetta með lendingum og kveðjum héðan úr Mosfellsbænum. Og takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Þá ætlum við að líta til veðurs. Suðvestan 5 til 13 metrar á morgun en mun hvassari í vindstrengjum norðvestan til síðdegis. Rigning eða súld á köflum landið vestanvert en lengst af þurrt og bjart að mestu fyrir austan. Hiti 10 til 20 stig hlýjast austanlands. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Víkingur sótti danska stórliðið Brøndby heim í kvöld og Breiðablik tók á móti Zrinjski Mostar frá Bosníu í Evrópukeppnunum í fótbolta karla. Það styttist í bikarúrslit kvenna í fótbolta þar sem reynsluboltarnir í Breiðabliki mæta Spútnik-liði FH á Laugardalsvelli á laugardag. Það bara mikil spenna í öllum í Kaplakrika og Hafnarfirði ef út fyrir það farið. Og Valsarar hafa aðeins rétt úr kútnum í bestu deild kvenna í fótbolta. Jordan Rhodes fór á kostum þegar liðið vann Stjörnuna í gærkvöld. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Minnst 100 eldislaxar fundust í drónaeftirliti Fiskistofu í Haukadalsá eftir að 3 slíkir veiddust í nótt. Gat hefur fundist á sjókví Arctic Sea Farm í Dýrafirði. Hamfarir, segir framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Neyðarástand ríkir í krabbameinsmeðferð hér á landi að mati framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins. Fólk hefur þurft að bíða hátt í 5 mánuði eftir meðferð. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands funda í Alaska á morgun. Tilgangur fundarins að koma á friði í Úkraínu. Ástand vega á Vesturlandi var meginatriði fundar ríkisstjórnarinnar með samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi í Stykkishólmi í dag. Haustþingið verður helgað atvinnustefnu og verðmætasköpun að sögn forsætisráðherra. Skólatöskur danskra grunnskólanemenda fyllast þessa dagana af nýjum bókum. Dönsk stjórnvöld fjárfesta í auknum bókakosti í vonum betri kennslu í skólum landsins. Þessum fréttatíma lokið. Allar fréttir RÚV má finna á vefnum ruv.is og á samfélagsmiðlum. Verið sæl.